Valtý Sigurðssyni ríkissaksóknara og Boga Nílssyni fyrrum ríkissaksóknara hafa verið falið að vinna skýrslu gömlu viðskiptabankana 3 og kanna hvort ástæða sé til lögreglurannsóknar á starfsemi þeirra síðustu mánuði fyrir hrun. Sonur Valtýs meðal annars forstjóri Exista, aðaleiganda gamla Kaupþings, stjórnarformaður VÍS, lýsingar og íslenskrar endurtryggingar. Sonur Boga meðal annars forstöðumaður lögfræðisviðs Stoða, stærsta hluthafa gamla Glitnis, stjórnarformaður Kreuzberg Investment, stjórnarmaður hjá FL Holding og framkvæmdastjóri FL Travel Group. Fjölmargir þingmenn telja Boga og Valtý vanhæfa og Þóra og Sigurður Jakobsson skoðuðu málið í dag. Eins og fram hefur komið stýrir Valtýr Sigurðsson, ríkissaksóknari, vinnu við gerð sérstakrar skýrslu stöðu og starfsemi íslensku bankana og aðdraganda bankahrunsins. Valtýr Sigurðsson hefur falið Boga Nílssyni, fyrrverandi ríkissaksóknara, að sjá vinnuna en í henni felst að afla staðreynda starfsemi gamla Glitnis, gamla Landsbankans og Kaupþings, útibúa þeirra, fyrirtækja í þeirra eigu, tilfærslu eigna, einkum á síðustu mánuðum starfseminnar. Markmiðið að kanna hvort eitthvað gefi tilefni til lögreglurannsóknar á grundvelli laga meðferð opinberra mála. Sigurður Valtýsson, sonur Valtýs, forstjóri Exista sem var aðaleigandi gamla Kaupþings og Bernhard Bogason, sonur Boga, framkvæmdastjóri lögfræðisviðs Stoða sem var stór hluthafi í gamla Glitni. Og nú það þannig að bæði þú og Bogi Nílsson syni sem tengjast eigendum bankana, gömlu bankana, Kaupþings og Glitnis. Þetta ekki óheppileg byrjun á rannsókn sem garga þér eftir? Já, sko, rannsókn, ef við verðum að rannsaka ákveðna hluti, þá hægt að fara í það svo sem að við værum vanhæfir og auðvitað gat ég svo sem beðið eftir að kæmi upp einhver einstök mál og þá bara vikið sæti eftir atvikum. Ég áttaði mig ekki á því að trúverðugleiki yrði dreginn í efa þessu leyti. Hins vegar var okkur þegar ljóst að það reið á að það væri trúverðugleiki á bak við það sem við værum að gera og þess vegna sagði ég sagði það strax í allsherjarnefnd Alþingis að við yrðum að kortleggja viðfangsefnið og leita erlendra aðstoðar þannig að það væri þá einhver trúverðugleiki á bak við það sem að það kæmi þarna fram. En finnst þið trúverðugt að bæði þú og Bogi séu það rannsaka störf svona ykkar miklu mæti? Við erum náttúrulega ekki að rannsaka störf sonar okkar, sko. Með óbeinum hætti, jú. Já, ég býst við að það sé allir einhvern veginn tengdir einhvers staðar, annaðhvort hafi átt sjóði inn í þessum bönkum og tapa fé eða þekkja menn inn í fyrirtækjum, auðvitað þetta. En það ekki svolítið annað, Valtýr, en að eiga son sem forstjóri Exista, aðaleiganda Kaupþings? Það ekki bara eins og eiga pening? Ég sammála því, að Kaupþing bara einn af 3 bönkunum sem átt að skoða og ég held að ég náttúrulega get ekkert verið að víkja sæti í máli sem ekkert á þessu stigi til. Ég myndi bara hætta þessari könnun, hætta þessari forathugun. En markmið ykkar vinnu að kanna hvort að eitthvað bendi til þess að það þurfa að rannsaka. Þið eru með óbeinum hætti að rannsaka störf svona ykkar. Finnst þér þetta ekki rannsaka fyrsta lagi, við 2 getum ekki rannsaka 3 banka og allt þess. Við þurfum náttúrulega að taka skýrslur frá Fjármálaeftirliti og þessum aðilum og bara kanna þau út frá ákveðnum forsendum. Og við, eins og ég sagði, við lögðum strax upp með það að í þetta þyrfti að fá utanaðkomandi aðila, ekki hérna innanlegs að vera að koma utan að. En finnst þér bara þetta verksvið sem þið Bogi hafið, finnst þér það ekkert skarast á við og ekkert óþægilegt vegna fjölskyldu tengsla ykkar? Þetta náttúrulega kom upp bara svona þessa dagana og mér enginn akkur í að standa í þessari vinnu. Bara meta það, hvort að við klárum þetta og menn skoði það þá þegar að þessi vinnuskýrsla okkar liggur fyrir. En finnst þér óþægilegt? Með einhverjum hætti? Ég finnst náttúrulega óþægilegt að þurfa að standa í þessu. Og ég vissi það að trúverðugleiki yrði alltaf stórt atriði þessari vinnu, en ekki kannski á þennan. En þegar þú færð Boga til þess að fara í þessa vinnu, gast ekki fundið eitthvað sem ekki átti son sem var prókúruhafi í aðal eiganda fyrirtæki Glitnis? Ég taldi mig bara mjög heppinn að hafa fengið hann að mæta mann sem að allir þekkja og treysta og vita að hefur unnið mjög heiðarlega og mikil samfæringu
En ertu ekki að setja hann í óþægilega stöðu með því að fela honum eitthvað sem að hann tengist? Já, það náttúrulega, ég býst við að það sé alveg sama hvert ég hefði leitað. En á þessu stigi, auðvitað skoðuðu við þetta á þessu augnablikki, hann vissi náttúrulega stöðu sína. En við mátum það svo að þetta atriði, þessa vinnu sem á að ljúka þetta áramótin, hann getur unnið. Björn Bjarnason sagði í símtali við Kastljós í dag að hann telji það hlutverk ríkissaksóknara sjálfs að meta hvort hann sé hæfur í verkið. Að kröfu Björns ætlast til að vinnunni ljúki í árslok en hún hefur þegar staðið yfir í rúma viku. Fjölmargir þingmenn benda á að bæði Valtýr og Bogi séu vanhæfir vegna fjölskyldutengsla sinna. Hér eiga í hlut tveir mjög mikilhæfir embættismenn. Ég ætla ekki að fella dóma það, en ég samt þeirrar skoðunar að það væri mjög óheppilegt ef að þeim yrði falið að reka þessi stóru fyrirtæki sem að synir þeirra hafa gegnt lykilstörfum í. Það væri mjög óheppilegt. Þess vegna er það mín skoðun þeirra vegna, svona annað vegna, sáttanna vegna sem við þurfum að ná að þetta sé allt saman heiðarlegt og rétt og satt sem út slík rannsókn kemur, að þá þarf að skipa þarna nýja menn. Miðað við það sem hefur komið í ljós varðandi það að þeir eru með ákveðnar tengingar og til í það var óheppilegt að þeir haldi þessum störfum áfram og eðlilegt að fela það öðrum. Þetta eru heiðarlegir og mjög hæfir menn og það efast enginn lagakunnáttu þeirra. En þetta verður ekki trúverðugt þar sem sýnir er í lykilhlutverkum gagnvart stærstu fyrirtækjum sem að hljóta að koma til rannsóknar, stærstu eigendur bankana. Ég verð bara að ganga út frá því að Björn Bjarnason hafi ekki vitað þessi hæfisvandamál. Og hann þarf að íhuga það aftur og þessi tveir menn líka, hvort að þeir séu hæfir til þess. Þetta er eins konar stjórnsýslunefnd og þá gildir 3. grein stjórnsýslulagana og samkvæmt þeim greinum er það mín skoðun að þeir séu vanhæfir. Það getur verið erfitt að fá menn sem eru ótengdir en við verðum að gera greinarmun annars vegar á því sem okkur finnst heppilegt í þessu sambandi og hins vegar því hvar hinn eiginlegu vanhæfi sjónarmið koma til sögunar. Ég segi fyrir mitt leyti að eftir svona stutta skoðun á þessu þá tel ég að það sé ekki að ræða lögformlegt vanhæfi í þessum tilvikum. Hins vegar þá auðvitað alltaf óheppilegt þegar að einhver tengsl eru með þeim hætti að það er hægt að draga hlutleysi manna í efa.